Verslunin Nándin falin perla við Básveg í Keflavík, en hún í eigu fjölskyldufyrirtækisins Urta Íslandika. Í henni má finna ýmsa matvöru, bæði beint frá býli og frá framleiðslu fyrirtækisins. Þess má geta að verslunin plastlaus og leggja þau mikla áherslu á umhverfisvæna valkosti. Við hittum feðginin Sigurð og Láru og spjölluðum við þau verslunina og forsögu hennar. Fyrir þá sem ekki vita, hvað hægt að kaupa hérna í Nándinni? Hérna erum við með bara ýmsa matvöru, bæði beint frá býli, okkar eigin framleiðslu. Við erum með mjólkurvörur, grænmeti, nýbakað bakkelsi og það allt plastlaust. Þið eruð í framleiðslu á hinum ýmsu vörum undir nafninu Urta Íslandika sem þið seljið svo hér í versluninni. Hvernig kom það til? Já, forsagan svo að Þóra, konan mín, mamma hennar Láru, hún byrjaði upp úr hruni að hugsa hvað getum við notað úr íslenskri náttúru til að fá öll steinefni og allt sem okkur langar í fyrir líkamann. Og byrjaði að þróa nokkra vörur, þar á með aðalbláberjate og var svo að prófa að selja þetta í skólabortinu og slíku og var svo að hugsa að fara í heilsugeirann. En það var ekki beint áhugi þar, en ferðamaðurinn hins vegar greip þessar vörur. Og svona upp úr því að þá urðu til jurtakryddssöltin okkar, síróp og sultur sem við bara stækka og við framleiðum æði mikið af hverju tegund. Þið sögðu mér aðeins frá sódavatninu sem að þið eru búin að vera í svona þróun með hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá sögunni sem að þið sögðu mér í rauninni áðan, bara forsagan aðeins öllu? Sjótavatnið, það sem sagt sjótavatn sem gert úr íslenskum jarðsjó sem við dælum hérna upp hjá okkur bara á Básveginu og við eigum vonaðinni vonandi bara í byrjun næsta árs, 2023, en sjótavatnið í raun og veru byrjunin á matarboðinu Nándin af því að við sem sagt fórum af stað með verkefnið og ætluðum að setja af stað hringrásarkerfi fyrir umbúðina fyrir sjótavatnið. Og þegar við fórum af stað þá kom í ljós frá ýmsum aðilum að þeim leist ekkert á að endurnýta flöskuna og eitthvað skilakerfi, þetta væri of flókið, þetta væri eiginlega bara ekki gerlegt og við ættum eiginlega bara að pakka þessu í plast. En við vildum það ekki. Svo að við fórum og sáum að við vorum kannski bara með tækifæri til þess að gera eitthvað stærra, eitthvað meira og búa til kerfi sem að raunverulega myndi virka. Og það þýddi að við þyrftum að fara í að framleiða og koma í sölu víðri matvörulínu til þess að geta búið til þetta hringrásarkerfi. Og þá vorum við með, ýmsar lausnir sem við vorum búin að finna í gegnum árin af því að Urtan, við erum búin að vera að vinna með íslenskri náttúru í 12 ár og vorum alltaf að hugsa að sleppa plastinu, þannig að við vorum búin að finna jarðgerðarlegar umbúðir sem hentuðu í þá framleiðslu. Við vorum með sambönd við glerbyrgja, þannig að við gátum farið í miklu víðara samhengi og við opnuðum matarbúðina 17. júní 2020. Hringrásarkerfið, það bara að ganga sinn hring. Við erum að sjá umbúðir vera að fara sinn 5. hring núna sem að þýðir að þetta hægt og það gerir það að verkum að núna munum við geta fara að sjá sjótavatnið í sínu ferli vonandi bara í byrjun næsta árs. Og það verið líka ýmis svona hliðarverkefni eins og allar umbúðirnar eru jarðgerðarlegar og eitt af því var að okkur vantaði kannski einhverja sérstaka gerð á pokum og við endum á því að kaupa sjálf vél sem getur búið til poka og eru þá að framleiða poka úr jarðgerðarlegum efnum utan marga vörurnar. Við sáum bara tækifæri í því að opna hér í Keflavík alla framleiðslu, sem flytja alla framleiðslu okkar hingað í bara mjög skemmtilegt og frábært húsnæði á kannski aðeins út úr stað en og sáum það að geta tengt okkur við geoparkið að þá erum við að ná svona markaðsforskoti jafnvel og allar okkar vörur undir Urtamerkinu eru merktar geopark
vörumerkinu og bara verið með mjög góð samstarf við starfsfólki hjá Reykjanesli og Park að kynna okkar vörur og koma okkur svona framfæri í gegnum það merki. Eins og fram hefur komið áður Urta Icelandica fjölskyldufyrirtæki og eru fjölskyldumeðlimir hver með sitt hlutverk. En hvernig hefur það gengið? En samstarfið okkar alveg ótrúlega gott. En það hugmyndaríkt og skemmtilegt umhverfi sem við erum í. Þið fengu meðal annars verðlaun fyrir eina af sósunum ykkar daginn. Hvaða verðlaun voru það? Þetta eru matarhandverksverðlaun sem öll Norðurlöndin kepptu í og við sendum inn sósun okkar, aðalbláberja chili sósu og vissum að hún væri rosalega góð en fengum staðfestingu á því að hún væri mjög góð og hún með spánarkerfli og aðalbláberjum og chili náttúrulega til að gera hana aðeins svona sterka og soðin í sjó. Upphaflega átti þetta að vera spánarkerfli síróp og þessi vara var þróuð 2011 eða svo en svona fyrir slysni að í byrjun þá var svo til mikið af peningum og það verið að nota lífræna sykur sem margfalt dýrari heldur en hefðbundinn sykur og Þóra, kona mín, hún tímdi ekki að hella þessu sírópi sem hafði eiginlega misheppnast og þá var til að bæta út í aðalbláberjum, bæta í chiliinu og var til þessi sósa og hún bara frábær á allt. Aðeins iffí kannski á rækjusamlokunni en samt, það eitthvað þarna. Myndið þið segja að þið hafið svona ákveðna sérstöðu sem fyrirtæki og hvernig það? Já, við myndum klárlega segja það. Sérstæða okkar að við erum raunverulega umhverfisvænt fyrirtæki sem með hugsjón og erum að fylgja henni. Og við erum að búa til valkost, við erum að búa til tækifæri, bæði atvinnulega séð og bara í nýsköpun. Og okkar náttúrulega bara stærsta skref og sem við erum rosalega stolt af að við erum plastlaus og við erum að ryðja þennan veg og við erum að skapa hringrásarkerfi fyrir gler sem allir sögðu að það væri ekki hægt en það er hægt.